Hæ, herru, ég ætlaði bara að segja hæ, hafa þetta örstutt, ég ætlaði bara svona að láta ykkur vita að ég er á lífi, það er allt í góðu með mig. Fyrir ykkur sem ekki vitið, og ég veit ekki hvort að ég taki eftir svo staðan í dag út af því að það er svo mikið myrkur hérna inni, eða þú veist, kemur skuggi á augun mín akkurat núna, en ég fekk vírus í augun, sem þýðir það að einhverju hluta vegna er ekki vitað hvaðan þetta kemur og af hverju þetta kemur, en ég basically fekk vírus í augun sem olli því að ég byrjaði að fá sviða og þetta leit allt út sem byrjun sem bara augnsýking, bara svona venjuleg. Þannig ég fekk þannig dropa, það gerði eiginlega illt verra og einhvern veginn keyrði upp vírusinn. Og núna bara byrjaði að blæða, eða núna, fyrir svona viku síðan, þetta byrjaði á föstudag, það er föstudagur í dag, það er vika síðan. Þá byrjaði þetta rosa saklaust og ég var svona pínlítið rauður svona eins og ég hafi fengið, eins og búin að vera í sundlaug og þá verður svona rauður í augunum, þetta byrjaði þannig. Svo bara var þetta verra og svo bara hvernig hætti þetta og það er núna, þú veist, nú er þetta bara hætt. En blóðið og drullan er ennþá í augunum á mér svona fyrir ykkur til að sjá þetta og veit ekki nú er ég hérna ég er búinn að vera inni í þessu hérna herbyggi bara í viku og hundurinn minn er búinn að vera hérna í viku þá lítur þetta já þetta sést hérna þá lítur þetta svona út ég er að horfa á speilinn á skjáinn þannig að ég sjái það sem ég er ekki rétt svona lítur þetta út þetta er verra augað eins og staðan í þetta það er ekki til hvíta í augunum mínum og hérna megin það er aðeins byrjað hérna uppi hvernig get ég sýnt ykkur þetta? Ég get ekki sýnt ykkur þetta en allavega hérna niðri hvað er þetta? Þarna einhvers staðar þá hérna komið allavega að byrja að sjást. Svona er ég búinn að vera í viku og ég er búinn að vera núna einn í þessu hérna herbyggi, ég er búinn að sofa hérna einn í á tölvuna mína og litla skrifborðið mitt og ég er basically bara búinn að vera að rotna hérna akkurat núna. En ég ætlaði ekkert að taka upp, ég ætlaði ekki að láta, þú veist, ég veit það ekki, mér langaði ekkert að vera að tala um þetta en það er kannski alltaf lægið að fá það að vita allt sem er í gangi. Ég er nú búinn að lofa ykkur því að leyna ykkur ekki í neinu. En eins og staðan í dag þá er komið vika síðan þetta byrjaði. Og svona, þannig að ég er ofta að fá skilaboð frá ættmennum, vinum og svona fólki hér og það. Þannig ég ætla bara að svara öllum þessum spurningum hér. Líður mér illa? Nei, ekki lengur. Er þetta erfitt? Já. Sakna ég þessa fóglúsa strákinn minn? Já. Það er ekki vitað. Þetta er nefnilega vírus. Og með vírus er þannig að þú getur ekki fengið nein lyf. Og það er ekki vitað þannig séð hvort þetta sé smitandi eða hvort ég sé bara einsdæmi að þetta sé að gerast. Þannig að það var basically bara þannig á meðan ég var með hita, beinverki, kuldakast, hitakast og meðan mér leið illa og svona líkaminn var eins og hann var veikur þá átti ég ekki að umgangast fólk út af því að þetta er svo bilaslega smitandi. Þú veist, ég kem við augað á mér, þú veist, kannski sóttar eins ekki og ég kem við eitthvað, þú veist, ég er búinn að taka eftir því núna, við erum að koma við augað á okkur fáránlega oft yfir daginn. Þannig að, þú veist, ég vill ekki taka sénsinn á því að Baltasar, strákurinn minn, fái þetta. Ég vill ekki að kona mín fái þetta sem er með barni í bumbu. Þú veist, þetta er alveg svona, þannig að ég tók bara það súra epli að ég þarf bara að hanga hérna inn í þessu myglaða herbyggi. Ég hef búið að vera mygla núna síðustu viku. En jú, það er erfitt. Mér finnst erfitt
að fara fram. Baltasar hleypur til mín, vill að ég taki þessu upp og knúsa sig og það að ég geri það ekki, fattarðu, út af ég á auðvitað svona stay away, fattarðu, að hann skilur það auðvitað ekki, það er ógeðslega erfitt, þú veist, ég man, þú veist, fyrsta daginn ég grét endalaust, mér fannst það ömurlegt, sko, og þá var svo erfitt að gráta líka út af þá sveið mér svo bilaslega í augunum, sko, það var, þú veist, þetta var svona eins og að vera með sand í augunum, bilaslega, sko, en eins og núna, mér líður miklu betur og ég er eiginlega bara að bíða þangað til á mánudaginn, þá er ég að fara aftur í svona eftirfylgni og vera að skoða augun og ég er eiginlega að vona það svona innst inn í auma hjartanu að hann segir ok, meðan þér líður vel og þá máttu fara þú veist og vera með öðru fólki þá var þessi ömurlegt að vera að labba í Kringlunni eða okkur labba í Kringlunni, eða þú veist, gera eitthvað og allir segja að fylgjast með, þú veist, horfa á augun, þú veist, þetta, ég lít út eins og ég hafi verið lúbarinn, eða ég sé fíkill, þú veist, fattar við, þetta er alveg, sko, ég fæ alveg svona, ég dæmi sjálfan mig hvernig ég lít út, sko, þannig að þetta er alveg, þetta er fucking ömurlegt, en ég verð að halda áfram að lifa, þú veist, það er að fara að koma jól, ég verð að fara að vinna, skilur, og ég verð að halda áfram að lifa lífinu þó að augun á mér séu svo fátt og þá þarf ég bara að útskýra það og lifa með því. En mér langaði bara svona að láta ykkur vita að það er allt í lagi með mig. Ef þið hafið einhverjar spurningar, kommentið fyrir neðan eða sendið mér einhver skilaboð, þið bara ófeimir við það. Mér langaði líka að taka þetta upp til að eiga þetta sjálfur, bara þannig að ég myndi muna hvernig þetta leit út og svona hvernig þetta er. En já, ég ætla að hafa þetta örstutt, ég veit ekki hvað þetta er búið að vera langt en ég held að þetta er búið að vera stutt. Sko, krakkar, þið geti gert allt sem þið viljið, þú veist, alveg sama, þú veist, það sem skeiði fyrir mig, þú veist, ástæðan fyrir að ég hvarf, mér leið illa, þú veist, ég skammaðist mín, ég vildi ekki að fólk myndi sjá þetta, hverjum mér ekki drullu saman, þú veist, mér langar að eiga, ástæðan fyrir að ég er að taka þetta upp, ég vill fá að eiga þessar minningar, ég vill fá að muna eftir því að ég fekk vírus á augun og þetta leið svona þannig að þegar þetta er búið þá get ég horft á þetta og hugsa að djöfull er feginn að þessi búið. Þá er bara þessi kafli í lífinu bara búinn og ég get haldið áfram að njóta lífsins og gera það sem ég þarf að gera og þú veist, vera feginn, ég er bara rosa feginn að það er allt í lagi með augun á mér. Þó að þetta líti svona illa út og er ógeðslegt, þá er sjónin mín ekki búin að minnka og þú veist, ég sé allt eins og það á að vera þó að, þú veist, rauðan og blóðið og bólgurnar eru ennþá þarna. En þú veist, ég er rosalega ánægður með það. Ég verð að viðurkenna, ég var skítræddur við að ég væri að fara að missa sjónina út af þessu, sko. Og það er allt í góðu með það, ég sé allt og ég sé rosa vel og það er bara perfect. En krakkar, ekki láta eitthvað svona stoppa ykkur, ég ætla ekki að láta þetta stoppa mig. Endilega, þú veist, ef þið þekkið einhvern sem er með augsýkingu eða er veikur eða eitthvað, bendið honum á þetta vídeóblogg út af því að ég vill að sem flestir viti það að alveg sama hversu lágt þú ert komin, þú veist, þetta fer alltaf upp á við. Það á alltaf að fara upp á við, lífið á alltaf að fara upp á við og við eigum bara að njóta þess að vera til, njóta lífsins. Ég ætla að enda þetta í dag, sjáumst kannski á morgun, en ég ætla allavega að taka upp mánudaginn út af því að þá er ég að fara til augnlæknisins og ég ætla að fá að taka það upp. Þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, kommentaðu fyrir neðan, smelt á like og deildu. Takk fyrir mig, sjáumst á allavega á mánudaginn, bye bye.